Já, Benni, tiltölulega góður sigur ykkar mönnum í dag, hvernig líður þér? Bara gott að vinna og bara ánægður að komin áfram í bikarnum, þannig að já, bara töluvert betri tilfinning heldur en eftir síðustu 2 leiki. Einmitt. Já, eins og þú sagðir, þið eru búin að tapa 2 leikjum fyrir í röð. Er ekki góð tilfinning að vera komin aftur á beinu brautina og sigra þennan? Jú, það er bara svo mikið himinn og haf á milli sigurs og tap og tilfinningana sem að fylgja og eftir. Þannig að þetta er tilfinning sem ég kann töluvert betur við. Núna voruð að spila við fyrstu deildarlið, Álftanes. Hvað finnst þér mikill munur á því að spila við til dæmis svona gott lið í fyrstu deild og í söpbedeildinni? Hvað finnst þér vera munurinn? Fyrsta deildin er bara orðin virkilega góð og miklu betri eftir hún var fyrir einhverjum árum og það er bara það verður bara að virða þegar maður mætir þessum fyrstu deildum því að þau geta alveg strítt og þessna unnið úrvalsdeildarliðin ef úrvalsdeildarliðin er ekki klár í leikinn, þannig að við komum í þennan leik með ekkert vanmat og bara snýst að virða andstæðinginn sama hvað hann spilar og við gerðum það. Já, næsti leikur er á móti sterku Tindastóls-liði, hvernig leggst það í þér? Það er bara gott að fá núna heimaleik eftir 3 útileiki í röð í þessari viku og ná vonandi aðeins að hvíla menn núna sem er búið að mæða mikið á fyrir föstudaginn og vonandi mætu ferskir í þann leik. Já. Eins og Stólarnir hafa sýnt, frábært lið. Mér finnst Baldur hafa mér finnst þetta besta sumarið hjá Baldri eftir að hann tók úr stólunum að setja saman lið. Góða pælingur á bakvið, hvernig liðið er samsett og líklegast sterkasta varnarliðið í deildinni. Margir íþróttamenn hérna með mikla sprengju og fótarhraða og sem geta dekkað og fjölhæfi varnarmenn og svona, þannig að við þurfum að undirbúa okkur vel fyrir þann leik. Já, einmitt. Takk kærlega fyrir.